Komið sæl, það eru skil núna komin á land í kvöld með vaxandi austanátt og rigningu. Sjáum lægðina sem veldur, hún hér suðvestur af landinu og sem sagt fikrast svona eitthvað aðeins til austus og grynnist og það verður víða úrkoma svona næsta sólarhringinn, þó svolítið slitrótt nema þá kannski á suðausturlandi. En síðan sjáum við hér í næstu lað sem komin inn á Labrador á morgun og sendir aðra lægð svona í áttina til okkar en það er spurning svona, hún mun hafa einhver áhrif en það svona hæð sem hér að mynda sem ýtir aðeins á móti. Þannig að það verður svolítið svona suðaustan strengur en sjáum að það nokkuð hlýtt hjá okkur, talsverð hlýjandi með við ástíma og ekkert ólíklegt að við sjáum 2 stafa hitatölur á morgun. Það komin strekkingur hér suðvestan til núna undir kvöld og svona farið að rigna og rignir eitthvað meira þegar líður á kvöldið. Má alveg reikna með að vindur fari í svona 18 metra á sekúndu eða svona hvassviðri svona við suðvestu ströndin allavega. En á morgun að í fyrramálið þá verður svona víða úrkoma líka norðvestan til Vestfjörðum og þar slóðir. Sjáum við hitatölur háar í morgunsárið og svona eins og áður sagði samfelld rigning svona hér á Suðausturlandin annars svona með köflum annars staðar. Og það verður lengst af nokkuð ákveðin austan og suðaustanátt svona strekkingur víða allan daginn, mest allan daginn á morgun. Sjáum svo hérna ákoma hér nýr bakki inn á suðvesturhornið og þá gæti ringt eitthvað meira tíma þar en annars þetta nú svona frekar slitrótt og svona úrkomulítið þegar líður á daginn hérna vestan til en svona sjáum hér talsverð úrkoma hér allan daginn en það ekki fyrir annað kvöld sem að dregur úr úrkomunni á Suðausturlandi en við sjáum að þrýstlínur þær gliðna þegar kemur fram á sunnudaginn og víða bjart og fínt veður norðan heiða og jafnvel hér á Vesturlandi eitthvað að sjáast í sólar. Áfram nokkuð háar hitatölur og vindur svona, gengið niður meira og minna. Og ef við höldum svo áfram, þetta svona smá skúrir hér sunnan til á landinu en síðan svona sjáum að bætir aðeins í vindinn á mánudaginn. Svona áfram svona austlæg eða suðaustlæg átt í þessu nokkuð svona heldur bjartara hér norðan heiða áfram en bætir aðeins í úrkomu hér sunnan heiða en svona yfirleitt svona í skúra formi myndi ég halda og við sjáum að hitinn nú til alltaf svolítið hár. Sjáum hérna svona stóru myndina, það svona aðalbleitan hér sunnan heiða áfram en síðan dreifum eitthvað úr því á þriðjudaginn sem Þorláksmessa. Var einhver veik skil hér og skýjað kannski til að byrja með hérna fyrir austan en síðan á að létta þar til en sjáum að þéttari þrýstilínur vestast og svona gæti verið svona svolítið strekkingur þar svona útnesjum allavega. Hitatölur svona aðeins lækka en ekki mikið en síðan nú svona mikil óvissa með jólaveðrið aðfangadag og jóladag þar sem að hæðin sem átt að myndast hún ætlar að halda sér sunnan til í Skandinavíu frekar en að koma nær til okkar en það verður að koma í ljós betur en við sjáum að það svolítið af skúraleiðingum hér vestan til í álfunni á morgun annars nú lítið að gerast hér austan til og einhver svona skúrir hér við Miðjarðarhafið en sem það ennþá svolítið milt hér í Skandinavíu, það svona samt að kólna smá saman og síðan sjáum við það nú víða úrkoma svona á Íberíuskaga, norðlæg átt og skúraleiðingar á Kanaríum og hiti kringu 20 gráður, síðan lægð hér með snjókomu, kalt í Kanada ennþá og þetta gengur til austurs og síðan nú svolítið úrkoma í Kaliforníu á morgun, sjáum maður mjög kalt hérna í Kanada en fínasta veður hér í Suðurríkjunum. En ég ætla að láta þetta gott heita í kvöld, verið sæl.